Já, komið sæl. Það skiptist á skinn og skúrir víða hér sunnan og vestan til á landinu í dag en hefur nú verið nokkuð sólríkt til að mynda á Norðurlandi en rignt eilítið hér allra austast á landinu. En hvað varðar svona þróun til morguns og þá hér kröpp lægð sem að koma hér norður Atlantshafið og stefnir nú í það að hún verði nú nokkuð djúp, fari undir jafnvel 960 milliburinn og við sjáum að hún kemur hér langleiðina upp að strönd landsins en mun síðan staldra við þar og seinna meir þó fara til suðausturs. Það þýðir að það verður, við sjáum á þrýstilínu að það verður töluvert hvasst hjá okkur á morgun og einnig talsvert mikil úrkoma þá sérstaklega þá á Austurlandi eða Austfjörðum og Suðausturlandi. En milt hjá okkur í dag og hiti náði 15 stigum norðanlands og var nú víða þetta í kringum 10 stigin að öðru leyti og sjáum að við verðum áfram í mildu lofti á morgun en síðan að sjá að það verði norðaustlæga átt ríkjandi út komandi viku og það mun sjálfsagt halla aðeins og ógæfuhliðina hvað varðar hita þegar líður á vikuna. En það sem mun sem sé bæði þykna upp og hvessa hjá okkur þá í nótt og þegar við í fyrramáli klukkan 8 þá sjáum við að það er nú orðið strekkingsvindur víða land en þá sérstaklega hvasst hér yfir suðaustanverðu þar sem að svona staðbundnir strengir geta nú náð yfir 25 í meðalvind eða 24,5 í meðalvind og hviðunar jafnvel þá í svona 35 metrur á sekúndu. Þegar farið að rigna töluvert mikið þá á Austfjörðum og Suðausturlandi en úrkomulítið í öðrum landshlutum og jafnvel að verði tiltölulega bjart þá hér norðvestan til í fyrramálið. Ekki breytist nú þetta mikið þegar líður á daginn, hér staðan á klukkan 18 á morgun. Svona slitrótt rigning hefur dreift úr sér aðeins vestur yfir landið, skýjað svona mestu leyti, getur verið svona einhverjar sólarglennur hér vestast en áfram þessi strekkingsvindur í flestöllum landshlutum. Og það síðan að sjá að svona lægðin hún taki stefnuna til Skotlands þegar líður á og þriðjudagurinn af þeim sökum svona tiltölulega svipaður í rauninni stöðunni þá annað kvöld. Stíf norðaustlæga átt á landinu, getur jafnvel verið stormur hér með suðausturströndinni og úrkoma víða norðan og austanvert land en kannski í minna magni heldur en á morgun. Hvað var að suðvesturhorninu þá getur nú gert ágætis sólarkafla þar en það þó þannig að það geta komið inn úrkomubakkar sem getur gefið af sér lítilsháttar rigningu öðru hvoru. Og á miðvikudaginn nú ekki svo sem mikið sem að breytist í þessu, ef eitthvað þá svona aðeins norðlægari þáttur í vindinum, tiltölulega bjart yfir hér landið sunnanvert en skýjað norðan og austanlands og áfram nú rigna eitthvað þar og við sjáum að svona hitatölur svona heldur á niðurleið á miðvikudaginn og þá sama þó við þá fimmtudaginn eins og við sjáum hér. Gæti, ef að þessi spá gengur eftir bætt töluvert í úrkomuna norðanlands á fimmtudaginn þá það kæmi þá skilabakki inn á norðanvert landið en bjart veður svona að mestu leyti sunnanvert landið. En lítum þá yfir til Evrópu og hæðin sem hefur verið yfir Skandinavíu og hún svona heldur að gefa eftir og þá opnar á skil sem koma til dæmis inn á Noregsströndu þá annað kvöld eða aðra nótt og ágætis veður háþrýstisvæði yfir mið Evrópu en óstöðugt veðurlag niður á Ítalíu og sums staðar á Balkanska og gæti rignt töluvert þar á morgun. Sem fyrr sæmilega fínt haust hitastig á Íberíuskaga og það sama þá við Kanaríeyjar. Ef við förum síðan vestur haf þá sjáum við nokkuð myndarleg skil sem að teygja sig hér frá í rauninni Suðurríki Bandaríkin og norðaustur til Nýfundnalands og mun rigna mikið í þessum skilum og við sjáum að það mikill hitastig í gegnum þau skil. Og óstöðugt veðurlag einnig við Suðurríki Bandaríkjanna og niður við Mexíkóflóa en að baki skilunum í vestri og norðvestri svona yfirleitt fínasta veður á morgun sólríkt og svona sæmilega milt með ástíma. En það sem sé norðaustanátt í kortunum hjá okkur næstu daga
og læti þessu þar með lokið í dag. Verið sæl.